Auglýsingatekjur RÚV renna að hluta til einkarekinna miðla samkvæmt tillögum stjórnvalda fjölmiðlar á fjölmiðlamarkaði. Forstjóri Sýnar telur að þetta hafi jákvæð áhrif og útvarpsstjóri segir tillögurnar góðar. ESB-ríki ætla að lána Úkraínu 90 milljarða evra. Þetta var samþykkt á leiðtogaráðsfundi í gær, en freistar rússneskar eignir verða ekki nýttar. Forseti Rússlands segir áform þar vera þjófnað. Sjúkratryggingar og SÁÁ hafa undirritað nýjan heildarsamning meðferð við fíknisjúkdómum upp á rúma 2 milljarða á ári næstu 4 árin. Heilbrigðisráðherra segir aðgengi að meðferðarúrræðum stóraukast. Heildarkostnaður við smiðju nýtt hús Alþingis nemur rúmlega 5,5 milljarði. Kostnaður fór fram úr áætlun því að gluggar sem voru pantaðir þoldu ekki íslenskt veður. Sker Gámur kominn til byggða. Hann söng jólalög í Þjóðminjasafninu í dag eftir annasama nótt við að gefa börnum í skóginn. Komið þið sæl. Íslensk fjölskylda lenti í alvarlegu bílslysi í Suður-Afríku á miðvikudag. Slysið varð við borgina Mbombela 350 kílómetra austur af Jóhannesarborg. Fjölskyldan býr á Íslandi en var á ferðalagi í Suður-Afríku. Bústaðakirkja í Fossvogi var opin í dag vegna slysins og presturinn segir það hafi verið í samráði við fjölskylduna. Aðgerðaáætlun sem menningarmálaráðherra kynnti í dag ætlað að efla innlenda fjölmiðla án þess að veikja nokkur þeirra. Hluti af auglýsingatekjum RÚV mun renna til einkarekinna miðla. Stofnanir og fyrirtæki eru hvött til að kaupa auglýsingar í íslenskum fjölmiðlum fremur en hjá erlendum samfélagsmiðlareisum og leitarvélum. Aðgerðaáætlunin í 20 liðum. Stærsta breytingin að 12% af auglýsingatekjum Ríkisútvarpsins eiga að renna til einkarekinna fjölmiðla. Í staðinn verði kostnaði Ríkisútvarpsins vegna lífeyrisskuldbindinga aflétt. Talið að þetta kom út á sléttu fyrir RÚV og nemur 200–300 milljónum króna á ári. Þá lagt til að stjórnvöld styðji sérstaklega við fjölmiðla sem uppfylla sértæk skilyrði í þágu almennings all land. 100 milljónum króna verður veitt í þennan sérstaka stuðning strax á næsta ári, en frá 2027 vona stjórnvöld til að hægt verði að þrefalda þá tölu. Þetta eru svona stóru aðgerðnar en svo eru margar smærri aðgerðir sem allar eiga að vinna saman að því að búa til heilbrigðara og betra fjölmiðlaumhverfi. Við ætlum líka RÚV stærra og meira hlutverk bara sem svona samstarfsaðila við aðra íslenska fjölmiðla, við héraðsfréttamiðlana, við samstarf tæknibúnað og tækjabúnað jafnvel og miðlun á eldra efni eftir því sem höfundaréttur leyfir. Þannig að það verða ýmsar breytingar í kjölfarið á þessu ef þetta verður samþykkt þar að segja. En ekki eitthvað að bogið það rekstrar afkomu þess að einkareknu miðla verði að töluvert leyti þá háður auglýsingatekjum RÚV? Jú, það engin góð leið í þessu. RÚV gegnir mjög miklu hlutverki og það að veikja RÚV með því að minnka auglýsingatekjur 50% eða jafnvel taka það alfarið á auglýsingamarkaði eins og einhverjir hafa talað það muni ekki endilega sjálfkrafa leiða til þess að auglýsingar leiti yfir í aðra miðla. Fyrir vikið þá stæðum við uppi með fjölmiðlaumhverfi á Íslandi sem væri veikar en áður. Sumar aðgerðirnar taka gildi strax en aðrar síðar og einhverjar ekki fyrir í byrjun ársins 2027. Þær verða svo endurskoðaðar að 2 árum liðnum. En hvernig verður svo þessum 12% af auglýsingatekjum RÚV deilt niður á þessa miðla? Hvernig farið þið að því? Það fer inn í þennan almenna stuðningspott sem hefur verið til staðar í nokkur ár. Mun bara stækka hann og styrkja þannig að fjölmiðlarnir fá þá meira fé. Hvar voru svona mestu álitaefnin í þessari vinnu? Það voru álitaefni allstaðar. Við vógum og mátum allar tillögur sem hafa verið ræddar bæði á þingi og í samfélaginu og þetta var einfaldlega niðurstaðan vegna þess að ég vil ekki, þegar ég hætti sem ráðherra, hafa stuðlað því að veikja í heild sinni fjölmiðlaumhverfi á Íslandi. Hvað fyrirmynd eru þessar aðgerðir? Sumar eiga sér hliðstæður og sumar eiga sér fyrirmyndir en aðrar eru svona nýlunda.
þetta hlutfall af auglýsingafé RÚV. Ég ekki viss að það hafi verið prófað á mörgum stöðum en það spennandi að koma fyrst fram með hugmyndir. En til að fara yfir það helsta sem kemur fram í aðgerðapakka ráðherra. 12% af auglýsingatekjum RÚV renna í sérstakt stuðningskerfi fyrir einkarekna fjölmiðla. Að auki lagt til að allar auglýsingatekjur umfram tiltekið hámark fari í sama sjóð. Ekki búið að skilgreina hvert hámarkið er. Þetta kemur til viðbótar því fjármagni sem þegar úthlutað til einkarekinna fjölmiðla. Ríkissjóður tekur á móti yfir lífeyrisskuldbindingar RÚV en afborganir og vextir af láninu nema tæpum 200 milljónum króna á ári. Fleira lagt til. Fjölmiðlar sem sinna fréttaþjónustu í þágu almennings geta sótt ákveðinn stuðning. Erlendu streymisveitum verður gert að greiða sérstakt menningarframlag í kvikmyndasjóð og ríkið hættir að auglýsa á erlendum samfélagsmiðlum. Forstjóri Sýna segir þetta koma til móts við kröfur einkarekinna fjölmiðla. Og heilt yfir sýnist mér mörg jákvæð skref þarna. Já, sjálfsögðu eftir að umfangsmeta í raunverulega aðgerðirnar en það ljóst að það að taka mjög jákvæð skref. Sýnist þér að það geti verið sátt á fjölmiðlamarkaði með þessum aðgerðum? Já, mér sýnist það. Mér sýnist þetta hafa allavega jákvæð áhrif á fjölmiðlamarkaði og þarna við að koma til móts við einkarekna miðla. Þannig að já, ekki klárlega það til í það. Hvaða þýðingu hafa þessar aðgerðir fyrir RÚV náðu þær allar fram að ganga? Ég held að sé mjög mikilvægt að nálgun ráðherra í þessum pakka að Ríkisútvarpið leikur áfram lykilhlutverk á íslensku fjölmiðlamarkaði eins og það hefur gert undanfarna áratugi og útgangspunktur í þessum tillögum að þannig verði það áfram og þannig að ég held að heilt yfir séu þetta bara góðar tillögur. En þetta með 12% af auglýsingatekjum RÚV renni til einkarekinna miðla, hvernig hugnast þér það? Þetta óvenjuleg aðgerð og ég ekki viss að þetta tíðkist annar staðar en allt í góðu lagi að skoða þetta eins og áform eru að ekki síst út af því að það að koma mótvægisaðgerðir samkvæmt þessum pakka sem að þýðir það er ekki verið að skerða Ríkisútvarpið. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands, vertu velkomin til okkar. Hvernig metur þú þessar aðgerðir svona fyrsta kastið? Þetta mjög mikilvægt skref fyrir fjölmiðla og blaðamennsku í landinu. Þetta eru metnaðarfullar aðgerðir og það sem kannski mikilvægt að það eru tímasettar. Þetta ekki stefna í málefnum fjölmiðla heldur raunverulegar aðgerðir og taka gildi margar hverjar bara strax á næsta ári. En við munum ekki sjá áhrifin fyrir þar næsta eða ári og þar eftir. Stóru tíðindin að þarna á að taka á svona yfirbyrðastöðu tæknirisana, Google og Facebook og skattleggja þá og tekjur af þeirri skattlagningu geta runnið til einkarekinna miðla til eflingar þeim og það gríðarlega mikilvægt þegar að 10 milljarðar af auglýsingafé hverju ári renna til þessar miðla frá íslenskum auglýsendum. Það annað stórt í þessu líka að þarna verið að svona staðfesta þann skilning að fjölmiðlar séu mikilvæg grunnstoði í samfélaginu og blaðamennska séu mikilvæg lýðræðinu og allt orðfærið í þessari stefnu í þessari áætlun mjög mikilvægt til þess að senda bara skilaboð út í samfélaginu til stjórnmálafólks hversu mikilvægir fjölmiðlar og blaðamennska En að ykkar mati gætu þessar aðgerðir sem búið að boða hér í dag að einhverju liti veikt RÚV? Nei, ég held að þetta þvert á móti að styrkja RÚV vegna þess að þannig búið að svona afgreiða vonandi næst sátt þetta meðal almennings og fjölmiðla annara og jákvætt að heyra hvernig forstjóri Sýnar talaði í fréttinni hérna undan. Þannig vonandi búið að afgreiða þetta í eitt skipti fyrir öll stöðu RÚV á auglýsingamarkaði án þess að veikja RÚV. Þannig koma mótvægisaðgerðir á móti sem að eiga svona vega upp á móti því þessu tekjutapi og það líka verið að tryggja auglýsingarnar sem að annars hefðu mögulega farið úr landi væru að nýtast íslensku samfélagi. Þetta allt saman eftir að koma í ljós. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, takk kærlega fyrir að koma til okkar. Og við snúum okkur að öðrum. Formaður SÁÁ segir nýjan heildarsamning sem var undirritaður í dag milli Sjúkratrygginga og SÁÁ meðferð við fíknisjúkdómum marka tímamót. Fíknisjúkdómur sé nú viðurkenndur sem langvinnur og alvarlegur heilbrigðisvandi sem krefjist faglegrar og samfelldrar meðferðar. Samningurinn byggist á 4 eldri samningum sem eru sameinaðir í einn.
Hann til 4 ára og fjárhagsramminn rúmlega 2 milljarðar á ári. Heilbrigðisráðherra segir að með samningnum aukist fjárframlög ríkisins til málaflokksins rúmlega 500 milljónir á ári. Þetta þetta í samræmi við áherslumál ríkisstjórnar að stórefla aðgengi að meðferð vegna fíknivanda. Og við erum líka núna, af því að það svona aukinn sveigjanleiki inn í samningnum, þá verður núna lögð áhersla á meðferð barna og fjölskyldna og það þetta gríðarlega mikilvæg forvörn og síðan líka meðferð við spilafíkn. Þetta í fyrsta sinn sem meðferð við spilafíkn viðurkennd sem hluti af þjónustu SÁÁ og ríkið hyggst taka þátt í kostnaði við meðferðarúrræði. Með nýjum samningi verður þjónusta utan inniliggjandi meðferðar efld sem á að auka jafnræði og bæta aðgengi að meðferðarúrræðum. Ný göngudeild verður opnuð sem ætlað að sameina inniliggjandi meðferð á Vogi og eftirmeðferð á Vík. Þá verður aukinn stuðningur við börn og fjölskyldur sjúklinga í formi sálfræði þjónustu og fræðslu. Við vorum vanfjármögnuð til margra ára og samtökin hafa borgað með þjónustunni í mörg ár. Þetta þýðir að núna erum við að fá í raun og veru rétt kostnaðarverð á þjónustun og þá á sama tíma viðurkenningu á að þessi þjónusta kostar. Anna Hildur segir samningin marka tímamót í íslenskri heilbrigðisþjónustu. Með honum sé fíknisjúkdómur viðurkenndur sem alvarlegur og langvinnur heilbrigðisvandi sem krefjist samfelldrar og faglegrar meðferðar. Hann veiti SÁÁ aukið svigrúm til að forgangsraða meðferð eftir þörfum og tryggjum leið skýrari ábyrgð og betri þjónustu. Þetta algjörlega breytt vinnulag þannig að við vonumst þess að biðlistin bara hverfi. Nær öll aðildarríki Evrópusambandsins samþykktu í gær að veita Úkraínu 90 milljarða evra vaxtalaust lán. Til stóð að nota frystar rússneskar eignir í stað láns en það náðist ekki samkomulag á leiðtogaráðsfundi ESB í Brussel í gær. Forseti Úkraínu segir lánið skipta sköpum fyrir her landsins í stríðinu við Rússa. Talið að það dugi fyrir 2/3 þess fjármagns sem þarf næstu 2 árin. Oddur Þórðarsson, hvernig stendur á því að tókst ekki ná samkomulag það nota þessar frystar rússnesku eignir? Sko það alveg svona belgar sem að stóði í vegi fyrir því í raun og veru. Þessar eignir eru mest allar þar og þeir vildi ekki eiga hættuna því að ef verið ráðist í þessar aðgerðir að Rússar gæti einhvern veginn beitt sér þá gegn þeim eða sóttvarnalega til saka jafnvel og vildu fá tryggingar frá hinum aðildarríkjunum það að þau myndu öll standa saman, strauma þeim kostnaði sem kemur mögulega til. Það náðist ekki sátt og þess vegna var þetta niðurstaðan að öll aðildarríkin fjármagna þetta lán saman. En það voru 24 ESB-ríki sem samþykktu, þar eru 3 eftir. Hver eru þau? Já, það glögglega aðtöð. Aðildarríkin eru 27 einmitt. Það eru Tékkar, Ungverjar og Slóvakar sem að þá taka sig út fyrir sviga, styðja þessi áform en taka þá ekki þátt í að borga þetta lán eftir því sem komum næst og það nú svona verið venjan að Ungverjar og Slóvakar hafa svona kannski stundum verið þrándur í götu í svona einhver Úkraínu samstarfi á þessu vettvangi. Tékkar eru svona kannski nýri þeim félagskap, það eru stjórnarskiptið þar fyrir nokkrum dögum. Andrej Babiš, forsætisráðherra, hann svona skipar sér í hóp með Robert Fico, forsætisráðherra Slóvakíu og Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, þannig að það er mjög mikla líkur á því að við sjáum Tékka síðan í þessum félagskap meira á næstu árum. En þetta sigur fyrir Rússa að þetta voru niðurstaðan í Brussel í gær? Stjórnvöld í Moskvu vilja allavega mála það þannig upp kannski, en það þarf ekkert endilega að vera það vegna þess að það eru ennþá uppi áform að gera þetta einhvern veginn síðar, að nýta þessar frystu eignir Rússa til þess að svona nota í þágu Úkraínu og þá gegn Rússum og það er enginn að slá þetta út á borðinu allavega ennþá, þannig að þetta er kannski ekkit endilega einhver fullnaðar sigur fyrir þá. En þessi áform og þessi leiðtogaráðsfundur í Brussel, hann barst nú í tal hjá Vladimir Putin sem hélt langt ávarp og langan blaðamannafund í Moskvu í morgun árlegan og þar ræddi hann þetta og hann talaði að þessi áform að nýta þessar frystu eignir væri þjófnaður fyrir opnum tjöldum og fór mjög hörðum orðum þessi áform. Skulum heyra hans hvað hann sagði. И самое главное, чего бы они ни украли, и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать. Но и, кроме всего прочего, мы будем защищать свои интересы. Ну, где? Прежде всего в судах. И мы постараемся найти такую юрисдикцию,
которое будет независимо от политических решений. Leitað í rústum á Gaza að fólki sem saknað og sumir hafa jafnvel beðið í 2 ár eftir staðfestingu á afdrifum ástvina. 2 vikna drengur lést úr ofkælingu í vikunni. Ofsaveðrið Byron gekk yfir Gaza, þar sem margir hafa ekki í nein hús að venda. Vikum saman hafa hjálparsamtök varað við afleiðingum af að fólk fái ekki almennilegt skjól. And the risk of hypothermia is increasing with the onset of the winter weather. Tragically, the first hypothermia-related death, a 2-week-old newborn boy from Khan. Tjöld mega sín lítils á þessum ástíma og veita lítið skjól fyrir grenjandi rigningu, roki og vetrarkulda. كنا قاعدين أنا وأولادي لسه بدي أعمل لهم العشاء اللي هي الخيمة فجأة وقعت علينا لما يعني الناس إجت من برا وطلعت لنا وإحنا نصرخ يعني الحديد شوي بدها تيجي على راس ابني. صبحت الصبح شلت فرشة ابني كلها مي اللي بنام عليها وحرماتنا كلها مي فيش ولا قطع بلوزة ألبس ابني فيش أخذت من الجيران تو. Vopnahlé sem náðust í október hefur gefið tækifæri til þess að leita fólk sem saknað. Margir hafa beðið lengi, dóttir Zakaria Ismail var drepin í árás fyrir 2 árum. فصارت هدنة وجينا على أساس إنه نقدر نطلعها. فكان الركام عليها يعني بشكل مش طبيعي. Dóttir hans fannst og verður lögð til hvílu hjá systkinum sínum. Eftir svo langan tíma helst hægt að bera kennsl á fötin sem fólk klæddist. Lík ættingja Samiru Salim fundust á sama svæði, hún misti systkini sín og börn þeirra. كنا نتمنى زمان انهم نطلعهم ونستنى الدفاع المدني انه يطلعهم والحمد لله اليوم اجوا يعني قرروا يطلعوهم ويا رب عقبال كل الناس اللي لهم زي هيك تحت الانقاض يطلعوا لهم اياهم. Mette-Marit, krónprinsessa Noregs, með alvarlega lungnatrefjun og þarf líklega að fara í lungnaígræðslu. Þau Hákon krónprins greindu frá þessu í norska ríkisútvarpinu í dag. Mette-Marit gekkst undir endurhæfingu í október vegna lungnaveikinda. Síðan þá hefur heilsu hennar hrakað mjög. Mette-Marit fær ekki forgang verði nafn hennar sett á biðlista lungnaþega. Hákon krónprins fremstur í erfðaröð norsku krúnunnar og Mette-Marit krónprinsessa því næsta drottning Noregs. Haraldur Noregs konungur 88 ára og hefur glímt við heilsubrest nokkra hríð. Jeg har jo hele tiden håpet at vi skulle greie å holde sykdommen i sjakk med medisiner, og det har gått egentlig ganske sakte, utviklingen frem til nå, mens nå har jo utviklingen vært sånn at det har både gått litt raskere enn det både kanskje legene og jeg hadde håpet da. Vi ikke der enda at du skal bli satt på liste, men disse testene viser jo at sykdommen har gått et stykke til da. Så det mer aktualisert nå. Vi begynner å nærme oss de verdiene. Så det noe vi snakker om. Heildarkostnaður við smiðju nýtt skrifstofuhúsnæði Alþingis hátt í 6 milljarðar króna. Farið var 134 milljónir fram úr áætlun sem skýrist af því að gluggarnir þoldu ekki íslenskt veður. Skrifstofustjóri Alþingis segir fjárhagslegan ávinning af sameiningu starfseminnar gríðarlegan. Fyrir tæpum 10 árum var haldin hönnunarsamkeppni nýtt skrifstofuhúsnæði Alþingis. Stúdíó Grandi vann en stofnendur þess eru arkitektarnir Margrét Harðardóttir og Steve Krister. Nú hefur smiðja verið tekin í notkun, 5 hæða bygging 6.500 fermetrar með vinnuaðstöðu fyrir þingmenn og starfsfólk, fundarherbergjum fyrir fastanemndir, mötuneyti, gestamóttöku og aðstöðu fyrir viðburðahald. Kostnaðaráætlun var 5.515 milljónir en heildarkostnaður 5.649 milljónir, þannig að kostnaðaraukning 134 milljónir eða 2,4%. Framkvæmdir sjálfar hins vegar ódýrar 150 milljónir eða 3,7%. Kostnaður náttúrulega þetta ætlað til lengri tíma. Þetta rauninni þriðja stórframkvæmd Alþingis frá því að Alþingishúsið var reist 1881. Þannig að hér hlutinir byggðir til að endast. Þetta í fyrsta skipti sem að nefnda starfið hefur sérhannað hús og samtengt öðrum byggingum Alþingis. Þannig að núna í fyrsta skipti Alþingið allt saman, starfsemi þingsins öll saman komin á einn reit. Viðbótarverk við smiðju sem ekki var gert ráð fyrir í byrjun nema 296 milljónum króna sem skýrist af því að árið 2022 var ákveðið að bæta 3 fundarherbyggjum við á 5. hæð. Það átti að gerast síðar en þótti hagkvæmara að gera strax.
Þá bættust 134 milljónir við upphaflega kostnaðaráætlun þar sem pantaðir gluggar þoldu ekki álagspróf fyrir íslenskt veður. En af hverju voru þeir gluggar pantaðir? Ég kann ekki að skýra það, en þetta eru bara vel hannaðir gluggar sem þola veður aðstæður erlendis. Við álagsprófin hér í íslenskum aðstæðum þá komu ljós að þeir þola ekki austanáttana eins og vel og það gerir á meginlandinu. Í meira en 40 ár hefur verið rætt að koma starfsemi Alþingis undir eitt þak. Nefndastarf og skrifstofur þingmanna hafa verið í húsunum í kringum Austurvöll, en með því að öll starfsemi nú í smiðju sparast rekstrarkostnaður leiguhúsnæðis 70 milljónir króna á ári. Sverrir segir ávinningin af smiðju mikinn. Fyrir utan bara fjárhagslegan ávinning af því að sameina starfsemina hér ölla undir einu þaki eða samtengdum byggingum, þá hefur þessi óþreifanlegu áhrif á starfsemina. Það styttir á milli fyrir þingmenn að labba á milli skrifstofuna sinna og vinnuaðstöðu yfir í þingsal, fyrir samstarfsfólk. Við erum ekki að fara í yfirhafnir og hlaupa á milli húsa í alls konar veðri. Þannig að hér er bara samskiptin og samstarfið miklu þjálla og einfaldara og hjálpar til við þingstörfin. Skyrgámur eða skyrjarmur eins og hann héti í gamla daga kominn til byggða. Eftir annasama nótt við að gefa í skóginn fór hann í Þjóðminjasafnið til að hitta börn, eins og reyndar allir bræður hans ætla að gera fram að jólum. Ég heiti Skyrgámur og veit ég á hverju ég heiti Skyrgámur? Ég borði mér svo mikið skyr. Skyrgámur sá 8. af jólasveinabræðrunum sem kemur til byggða og það voru börn úr leikskólunum, Klömbrum og Ævintýraborg sem tók á móti honum. En hvernig skyldi ferðin hafa gengið? Það varla snjókorn ennþá í fjöllunum, þetta alveg furðulegt Við verum að ganga alla leiðina, venjulega renni ég mér á rassinum En nú þurfti ég að ganga og ég aldrei þreyttur, ég verð að segja það En hvernig leggjast jólin í þig í ár? Sérstaklega vel sáuð þið hvað börnin eru góð og prúð og yndisleg og falleg Þau leggjast alveg sérstaklega vel Ég held að börnin séu ennþá betri heldur en hérna þegar þú varst þetta lítið barn Skyrgámur var leystur út með gjöfum og fekk uppáhaldið sitt í heppilegum neytendapakningum. Hann sagðist sakna þess að gæða sér á skyri beint úr tunnunni eins og í gamla daga, en þó mætti venjast þessu. Þetta nú betra fyrir næstu. Já, það má segja það. Það má segja að þetta séu kannski framfarir að því litinu til. Ég þarf ekki að hafa með tunnu til þess að ég kemur til byggða. Þorsteinn Flóki 30 ára var kominn alla leið frá Ítalíu til að hitta Skyrgám. Hvað ætlar að gera jólin? Ég ætla að bója alls sætindi. Ég fæ eitt bós. Jólabós að bója alls sætindi. En rosalega ertu með flotta húfu. Já, ég fjallaði að fá giljakauð. Og hann langaði að segja eitt að lokum. Gleðileg jól fyrir alla Íslendinga. Og þess vegna ætlum við að líta til veðurs. Skyr frá lægð suðvestur í hafi ganga inn á landið í kvöld og þá gengur í strekkings eða allhvassa austanátt með rigningum en hægari vindur og þurrt á norðausturlandi. Rigning með köflum á morgun en samfelldari rigning suðaustan til á landinu og seinnipartinn fer að draga úr vindi og úrkomu. Það verður hlýtt í veðri og tveggjast af að hitatölur ekki ólíklegar á morgun. En við munum fara nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum. Åge Hareide, fyrrum landsliðsþjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, féll frá í gær. Hann átti glæstan feril bæði sem leikmaður og þjálfari. 8 liða úrslit bikarkeppni karla í handbolta eru leikin í kvöld. Ríkjandi bikarmeistarar Fram heimsóttu KA. Og við heyrum vonir og væntingar Snorra Steins Guðjónssonar, landsliðsþjálfara karlalandsliðsins í handbolta, fyrir EM í janúar. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Auglýsingatekjur RÚV renna að hluta til einkarekinna miðla samkvæmt tillögum stjórnvalda aðgerðir á fjölmiðlamarkaði. Forstjóri Sýnar telur að þetta hafi jákvæð áhrif og útvarpsstjóri segir tillögurnar góðar. ESB-ríki ætla að lána Úkraínu 90 milljarða evra. Þetta var samþykkt á leiðtogaráðsfundi í gær, en frystar rússneskar eignir verða ekki nýttar. Forseti Rússland segir áform þar vera þjófnað.
Sjúkratryggingar og SÁÁ hafa undirritað nýjan heildarsamning meðferð við fíknisjúkdómum upp á rúma 2 milljarða á ári næstu 4 árin. Heilbrigðisráðherra segir aðgengi að meðferðarúrræðum stóraukast. Heildarkostnaður við smiðju nýtt hús Alþingis nemur rúmlega 5,5 milljarði. Kostnaður fór fram úr áætlun því að gluggar sem voru pantaðir þoldu ekki íslenskt veður. Skyrgámur kominn til byggða. Hann söng jólalög í Þjóðminjasafninu í dag eftir annasama nótt við að gefa börnum í skóinn. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is. En það styttist í jólin og í nóg að snúast. Við á fréttastofunni við vonum að þið njótið helgarinnar. Þessarar síðustu helgar fyrir jól. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Með Paradís að baki. Breski sakamálaþættir rannsóknarlögreglumanninn Humphrey Goodman sem rannsakar glæpi í Devon á Englandi. Vikan með Gísla Marteini kemur landsmönnum í jólaskap með gleði og söng í sannkölluðum jólaþætti. Jólahassar, Jingle All the Way. Jólagamamynd með Arnold Schwarzenegger í aðalhlutverki. Howard alltaf upptekinn í vinnunni. Hann missir af karatemóti sonar síns og staðráðinn í að bæta honum það upp með því að kaupa handa honum hina fullkomnu jólagjöf. Taktu í hönd mína, dönskur rómantísk gammamynd frá 2022. Maja reynir að ná tökum á lífi sínu og komast að því hver hún án eiginmannsins eftir að hann fer skyndilega fram á skilnað. Ég á engin orð til að lýsa þessum herramanni.